Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn. Við erum stödd í Listasafninu á Akureyri, ekki kannski nýjum salarkynnum en ný uppgerðum. Þátturinn helgast svolítið af opnun Listasafnsins sem og Akureyravöku. En þessa helgina á Akureyri afmæli og það verður mikið dýrðir. Til mín í stólinn komin hún Hilda Jana Gísladóttir. Þú ert formaður Akureyrarstofu, ekki satt? Stjórnar Akureyrarstofu og það þýðir að þú ert svolítið yfir Listasöfnunum og öllu sem hefur með menningu og ferðamál að gera. Menningu, listir, ferðamál og atvinnumál, það svona minn pottur í stjórnar. Skemmtilegu pottur, það ekki? Já, það var ekki tilvíljum. Nei. Og nú stendur mikið til. Já, þetta eiginlega alveg magnað að koma inn í þetta á þessum tíðanbúndi. Við fagnum náttúrulega Akureyrarvöku sem maður hefur tekið þátt einmitt í hinum í stólunum þátt í þessari hátíð og þetta í rauninni svona uppáhaldstími minn. Það Akureyrarvaka, mér finnst þetta fallegasta hátíðin okkar hérna því þetta er svona risastór konfektkassi sem og þetta er svona eins og you never know what you're gonna get, it's a box of chocolate. En þetta er svolítið svoleiðis hátíð. En Akureyri er sérst að fagna 156 ára afmælisbarni. Þess vegna er þetta nú allt þetta húlumhæ. Og svo þetta Listasafnið, þetta er aldrei gegn. Og kannski engin tilviljun að við ætlum að opna safnið á Akureyrarvöku, nei? Reyndar átti þetta nú að vera aðeins fyrr. Já, er búið að vera smá seinkun? Örlítið, nú voðalítið. Hvenær ætluðu við að reyna að opna þetta? Já. En þetta eiginlega, ég held að þetta hefur verið svona meant to be. Akureyrarvaka, afmælið og líka tengt sögu Akureyrar því að í stóru myndinni, kannski allavega síðustu árin, þá var þetta hrun iðnaðarins á Akureyri. Í rauninni held ég að það hafi verið svona okkar hrun. Bankahrunið 2008 var eiginlega ekkert alveg okkar hrun iðnaðarbæjarins. Og einmitt í þessum salakynnum og hér í þessu gili var iðnaðurinn algjörlega blómstrandi og þetta var orðið algjört draugagil. Algjörlega. Þetta var stóð þetta ekki bara tómt tíma? Stóð tómt, þetta var að grotna niður, það átti að rífa húsi sem var síðan Friðrik V og Rögg og þetta var allt í bara steik eftir í rauninni að iðnaðurinn hvarf og ekki forsendur fyrir þeim rekstri og það vor í rauninni gilfélagar og listamenn sem að stóðu svolítið upp ásamt í rauninni bæjaryfirvöldum á þeim tíma og tóku þessa létt geggjuðu ákvörðun að þetta yrði listagil, að við myndum veðja á listur og menningu. Og ég held að þessi rosalega endurbætur sem átt sér stað hérna sé svolítið punkturinn yfir á þessu í rauninni 25 ára gamla draum að þetta yrði að veruleika. Og þannig að þetta er miklu stærra tengt sögu Akureyrar í miklu stærra samhengi heldur en bara eitthvað að vera í einhverju að fuffa til og svona. Þetta er umbylting. Og það tengist einmitt sögunni svona. Og svo er staðsetningin bara svo mögn. Þetta er kirkjan, sundlaugin, miðbærinn. Þetta einhvern veginn, manni finnst þetta bara svo sjálfsagt, svona eftir á að hyggja. Að hér sé. En hugsið hvernig hefði hvað hefur alltaf verið selt, hvað væri hérna? Hvað ef það hefði ekki verið menningulistar, ef það hefði ekki veðjað þar? Hvernig væri bærinn okkar umlítandi, ekki það ég sé að segja að það færi allt til helvítis, en samt við ákváðum að fjárfesta í menningu og listum og halda því áfram þessi stóra draumsýn sem var margra listamanna og bæjarbúa. Þannig að nú er hún að verða veruleika. Hér erum við að fara að opna ótrúlega flott listasafn, þó kannski við ætlum að tala líka svolítið Akureyrarvökun, en við langar svo að koma aðeins inn á árskortið sem að verður til sölu. Já, það er til sölu árskort og það kostar heilar 2.500 krónur. Ég held að þetta væri prentvilla í bæklingum. Já. Það er náttúrulega listasafnið og þessar endurbætur kostar náttúrulega töluvert fé og það er tekið af skattpenningum bæjarbúa og að gera að í rauninni allir fái notið lista með ákveðnum jöfnuði og það er náttúrulega líka frítt til að byrja með inn á safnið, svo verður líka öðru hverju og kipur sinn með þess að opnanir og svo þessar og áskortsverðinu stilt í algjört mjög mikið hóf. Það tengist í líka til menninga á fyrir alla. Hún á að vera fyrir alla óháð efnahag og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að þessi fjárfesting, ekki bara húsnæði heldur það sem verði hérna inni sé listamönnum og menningarlífinu til heilla en ekki síður að bæjarbúar og gestir og þess noti. Þannig að ég gæti alla til þess að sem að ráð hafa á að fjárfesta þessum 2.500 kalli á
áskost og mæta bara sem oftast. Þetta engin upphæð ef maður spáir í það. Já, fyrir suma. Já, fyrir suma. Það má ekki gleyma því heldur. Nei, en ef maður ætlar að nýta sér þetta og vera hérna kannski fastagestur, ég til þeim segi fyrir mig, ég hef alls ekki verið nú duglega að sækja listasöfn. Fyrir leikhúsið og tónleika, en listasöfnin hafa svolítið orðið út undan. En ég held að það verði breyting núna, sérstaklega það kemur hérna kaffihús líka sem dregur mann kannski oftar en ella og þá sér maður líka hvað í gangi kannski og dregst inn á sýningarnar. Ég er líka svo ánægð með það að hérna verða tveir öflugir myndlistahópar líka með fast aðsetur sem setja líka upp sýningu, bæði myndlistafélagið og síðan Rösk. Já, þannig að hér verður iðandi líf. Já, þannig að þetta á ekki að vera dautt hús. Nei. Svo vil ég líka nefna það, þó að kannski ekki allir hafi viljað tala um það, þá var til dæmis þessi 4. hæð sem við erum á núna, hún var gjörsamlega brotnað niður. Þetta var algjörlega óásættanlegt og eiginlega bara ógeðslegt. Það voru bara pípulagnir, óheilnæmt kannski. Bara óheilnæmt. Þannig að þetta var ekki bara það að öllum langaði til þess að verða svona snobbaður og gera eitthvað fancy. Nei, þetta var ónýtt. Þetta var bara ónýtt. Og bara hvað átt að gera. Svona eina ranga svarið var ekki nýtt. Já. En aftur á Akureyrarvöku, verður hún sett núna í kvöld? Já, í Rökkuró, það uppáhaldið mitt. Það Rökkuró í Listagarðinu sem rómantískasta staður og viðburður. Náttúrulega byrjaði að rökkva hérna á kvöldin, sett upp ljós og luktir og svona eitthvað. Já. Í Listagarðinum. Og það svona kósí, þetta er svona leiðast og labba með krakkana og upplifa smá tónlist og setja Akureyrarvöku. Ég var nýflutt hérna í fyrra og þá döttu við inn á þetta og ég vissi ekki hvert ég var komin. Mér finnst það svo æðislegt. Verður við ekki alveg jafn heppin með veðrið í kvöld heldur við? Svona mildt og stillt. Mér finnst nú bara dálítið rigning undanfarið. Við segjum ekki frá. Nei. En klukkan hvað byrjar þetta, segir við? 8, held ég. Já. Eins og bara núna, einmitt, þátturinn fyrir loftið 8 og þá er þetta bara að byrja allir upp úr sófanum og drífa sig á Akureyri. Og svo verður dagskrá núna alla helgina? Það er bara öll helgin er undirlögð og það er hægt að kynna sér dagskrárliðin á visitakureyri.is og hægt inn á listasögumarsíðinu. Já, og svo kemur Jenny hérna eftir og leiður okkur í allan sannleikanum þetta líka. Já, og það að gera bara að velja sér og líka bara að fara út úr húsi og finna sér sinn viðburð. Það ætti allir að finna eitthvað við sitt hæfi, sem að það er vísindavaka eða Rökkuró, Draugaslóð eða tónleikar í Gilinu, bara að fara út og njóta. Já. Þetta var fín lokaorð. Veistu þið? Já. Ég sá það var 1 mínúta. Takk hérlega fyrir komuna og tala með þetta. Og gleðilega Akureyrarvöku.